Komið þið sæl aftur. Við sjáum á yfirlitskortinu að það er mikið lægðasvæði suður af landinu. Það er ósköp lítil breyting þar á og má segja að lægðirnar komi hingað á færibandi. Það er ekki óvenjulegt fyrir febrúar og það er ágætt að hafa bara alltaf varan á. Góð regla að fylgjast mjög vel með veðurspám, viðvörunum og athugunum ætli fólk að fara af stað. Það er talsverð óvissa í spánum fyrir morgundaginn. Það skiptir máli nákvæmlega hvar miðja lægðarinnar sem við sjáum hérna ætlar að lenda. Hún gæti verið svo sem inn á Faxaflóa og þá verður mjög hvasst á vestanverðu landinu. Ef hún fjarlægist þá minnkar vindurinn en ef hún fer yfir landa þá geti vindáttin breyst. Það gengur náttúrulega á með hláku og frosti til skiptis í svona lægðagangi en aðal hlýi massin er hér langt suður af landinu og hiti fer nú ekki mjög langt upp fyrir frostmark í þessu veðri sem er framundan. Það fór þó í 10 gráður við suðurströndina í morgun í skilunum sem gengu yfir þá en það var heldur svalara víða á norðanverðu landinu. Hér má sjá svona tillögu að segja veðrinu klukkan 9 í fyrramálið. Það er þó nokkuð víst að lægðin verður einhvers staðar hér nálægt Faxaflóa. Veitir hér mjög hvassri sunnanátt inn á líklega Snæfellsnes og líka Faxaflóan. 15 til 23 metrar á sekundu, mjög víða gæti orðið 25 metrar á sekundu í meðalvindi á norðanverðu Snæfellsnesi. Það fylgir þessu talsverð úrkoma en hún kemur til að fara yfir í nótt og snemma í fyrramálið og verður að mestu leyti farið að stytta upp á suðvestanverðu landinu klukkan 9. Það eimir aðeins eftir af úrkomi á norðanverðu landinu en það er áttin austlægari og ekki alveg jafn hvöss. Sömu sögur að segja hér af austanverðu landinu. Það er úrkoma þar líka en ekki jafn hvasst. Þessi lægð ætlar síðan að fjarlægast landið á svona síðdegis á morgun. Það er þó áfram sunnanátt og hún gengur frekar hægt niður. Líklega fer að sjá til ykkur að skúraskýja með suðurströndinu þegar líður á daginn þó það létti til á norðanverðu landinu. Næsta lægð er svo væntanleg hér á miðvikudagskvöldi, sjáum aðeins í hana hérna á þessu korti suður af landinu eða í úrkomusvæði frá henni og á miðvikudag þá má alveg búast við því að það verði fyrst hvöss austanátt á sunnanverðu landinu og snúi sér sjó í sunnanátt og svo þegar lægðin gengur yfir landa þá endi þetta í vestlægum áttum. Það er úrkoma víðast hvar á landinu og hún getur svona má segja verið af öllum tegundum, slydda, rigning og snjókoma en yfirleitt er þetta þá snjókoma eða slydda til fjalla en slydda eða rigning á láglendi. Á fimmtudag það má sjá að það er mjög bjart í veðri víðast hvar. Það er hins vegar mjög mikilvægt að fylgjast vel með. Það er útlit fyrir að það gangi ýmislegt á þarna fimmtudagsmorgun meðan lægðirnar fara yfir og svo líka aðfaranótt föstudags. Þannig að þetta svo sem lítur ágætlega út núna en það er svolítið langt í fimmtudaginn. Ef við drífum okkur aðeins yfir til meginlands Evrópu þá sjáum við að það er svo sem líka stormasamt í til dæmis Noregi og Svíþjóð. Það er líka búið að vera talsvert stormasamt til dæmis á Bretlandseyjum, svo er líka varað við vindi á Ítalíu og austar í álfunni þó sums staðar sé nú alveg þokkalegasta veður. Ef við förum aðeins til suðurs þá sjáum við að það er nú fínasta veður, svona allavega sólríkt og fínt á Spáni og einnig á Tenerife. Ef við bregðum okkur svo aðeins vestur haf, þá er mikið lægðasvæði sem hefur myndast hér yfir vötnunum miklu. Það veitir mikilli úrkomu til suðurs og einnig til norðurs. Það snjóar í Klettafjöllunum og það snjóar líka í kringum vötnin miklu en er rigning svona mikið sunnar á svæðinu. Það er hætt að rigna í Kaliforníu og þar umkring búið að vera mikil rigning þar en hins vegar er orðið heldur blautt að litast á vesturströndinni norðan til. En það gengur ýmislegt á í veðrinu hjá okkur á morgun, líklega sunnan hvassviðri og stormur á vestanverðu landinu í fyrramálið. Verið sæl.